Morgun einn vaknaði Villi við það að pappan sagði: Heyrðu Villi, á lappir með þig, heyrðu það, þú verður of seinn. Bra, já pappi, svaraði Villi syfjulega. En svo opnaði hann annað augað. Seinn? Seinn hvert? Hann hugsaði: Bra, skólinn, ég verð of seinn í skólan, ég verð skammaður, bra. Hann klæddi sig í snarri og hljóp niður stigann eins hratt og hann gat. Jæja, gerðu svo vel, Villi minn, sagði Marta. Bra, hvað er klukkan? Hún er korter í 9. Korter í 9, bra, ég verð of seinn í skólan. Heyrðu mig nú, hvað með morgunmatinn þinn, sagði Marta. En of seint, Villi var rokin af stað. Hvaða læt eru þetta? Skrambinn sjálfur, sjáðu gólfið, vatn og blóm út allt. Marta og Hólmgeir litu hvort á annað og fóru að skellihlæja. Og seinna í skólan. Og borðaði ekki morgunmatinn. En Villi var kominn langt í burtu og heyrði ekki hvað þeim fór á milli. Hann fór fram hjá húsunum þar sem þeir Ívar og Óli lögregluþjónn áttu heima, búðina hans herra Jóhannsens kaupmanns og húsin hennar Maríu. Og þá viss hann að hann ætti ekki langa leið eftir, enda eins gott því hann stóð á öndin. Villa var mjög illa við að koma seint í skólan og þegar hann sá enga aðra á leiðinni þangað fölnaði hann upp. Bra, ég hlýt að vera alltof seinn. Og þegar hann sá engan á skólalóðinni sagði hann: Bra, ég hlýt að vera voðalega seinn. Og hann hljóp að hliðinu. Bra, algjör snigill, hliðið er læst. Ó, það er bara læst helgar. Pappans hlaut að hafa gert mistök og vakið hann snemma án þess að átta sig á því að væri laugadagur. En til að vera viss ákvað hann að fara til Jóhannsens kaupmanns og spyrja hann hvaða dagur væri. Ertu að reyna að hafa mig að fífli? Ég veit alveg hvaða dagur er í dag. Farðu heim og spurðu pappa þinn að þú vilt fá að vita það. Bra. Og hann hvarf með eldingarhraða. Og var ekki Óli lögregluþjónn einmitt staddur þarna fyrir utan búðina. Hvað á þetta að þýða? Bra, fyrirgefðu herra Óli lögregluþjónn, ég sá þig ekki. Getur þú nokkuð sagt mér hvort þessi laugadagur í dag? Þú ætti nú að vita það manna best hvaða dagur er í dag. Ó, bra, er laugadagur? Laugardagur? Já, hvers vegna viltu vita það? Að því að skólinn er lokaður en pappi myndi ekki eftir því. Ó, heyrðu vinur, farðu nú heim og segðu honum pappa þínum að þetta sé vel af sér vikið. Og nú var Villi enn ruglaðri en áður. Þegar hann kom inn í eldhúsið var enginn þar, aðeins lítill miði. Á honum stóð að Villi ætti að gá á dagatalið. Hann gáði og gaf frá sér hátt brá leið og Hólmgeir og Marta komu innan úr stofu. Hvað? Komin heim úr skólanum strax, Villi minn? Brá, ég hljópa apríl, var það ekki? Hvort þú gerðir. Og Villi gat ekki annað en hlegið með þeim. Jó, í sárabætur fyrir aprílgabbið færði Hólmgeir Villa stóra sneið af ormaköku í rúmið þetta kvöld. Brá.